Þá segi ég bara velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir að koma, gefa tíma. Já, bara minna enn. Nóg að gera hjá þér. Það búið að vera nóg að gera, já. Og þú varst sem mér áðan að þú ert að gæta. Já, ég búin að vera í því 10 ára núna. Já. Ég byrjaði þess fyrir reynda 2008, þá byrjaði þess að gæta sem fjórhjólagætt. Já. Svo fluttið til London, kom heim þaðan 2000 og eitthvað. Já. 4 árum sinna. Já. Já. Þetta er svo langt. Já. 2015 kom ég heim, já. Já. Og byrjaði þá aftur, ég var vallar lentur, sko, þá var svo mikið sprenging í túristabransunum meðan ég bjóði og það var bara verið að hafa upp á öllum sem að einhverja smá reynslu í þessu. Já. Ég var bara... Og þú finnið alveg í þessu? Já, ég ætlaði samt ekki að fara aftur í þetta, sko. Nei. En þú veist, ég er mjög góður í þessu bara. Já. Þannig að þetta líka vel fyrir mér, þannig að ég held að það sé... Svo er ég alltaf einhvern veginn alltaf, já, nú er þetta síðasta sumarið og ég er alltaf að vinna mest þegar aðrir er í frí, sko, það er svona. Já. Og vera fastur í annars manns frí líka. Já. Það er vera með fólki í frí sem að... Já. Þannig að... Já, þú ert með svona minni hópa, ekki svona rútur heldur bara nokkra einstaklinga. Já, svona einhverja ferðir, sko. Allt frá bara, ég held að mest svona meðaltali 6. Já. Það er þægilegt, sko. Já. Fjölskyldur og... Já. Og hvaðan er svona mest að fólki að koma? Mest með Amerikana, sem ég hef verið með, sko. Já. En, þeir eru alltaf svo jákvæðir, eða ekki? Þeir eru mjög jákvæðir yfirleitt. Já. Það er gott. Það er svona rauði þráðurinn hjá þeim, sko. Þeir eru jákvæðir og áhugasamir. Já. Ekki bara landa þjóð, heldur, þú veist, mig líka. Það er líka... Hver eru erfiðastir? Það er ekki að segja það, kannski. Jú, þú veist. Nei. Þetta er bara bjöllukurva, skilur af fólki. Sumir eru fátar og sumir eru geggjaðir og meirilutin er bara fín. Já. Þetta væntanlega svona frekar ríkt fólk eða svona sem að fær sér engagæt. Já. Svona vel efnað og... Vel mentað yfirleitt. Já. Þannig að mikið lögfræðingum, læknum og... Já. Það er oft mjög, ég er búin að læra alveg, sko, helling, búin að ég alveg ótrúlega skemmtileg samtöl alls konar. Já. Sem hefur það er kannski búin að halda mér í þessu. Já. Kynnast alls konar fólki. Já, það er fólkið fyrir ekkert heldur en eitthvað annað sem að hefur haldið mér í þessu, sko. En svona, ef við byrjum bara svona á byrjunni með þig. Já. Hvað ertu, þú ert fæddur 82. Já. Og hvað ertu alin upp? Sko, ég byggum mér öðru stöknu fyrst, svo fluttum við í Laugarnesið og svo í Hafnarfirði því ég var 12 ára og vorum þar svolítið. Já. En öll sömur páska og jól var ég á Ísafirði. Já. Og það er eiginlega, 90% af mínum æskuminningum eru þaðan. Já. Af því að það er bara, tíminn sem ég fekk bara að vera ég var ekki, þú veist, að mæti í skólan, koma heim og það var bara myrkur, þú veist, og læra og spila smá Nintendo og fara að sofa, skilur. Já, einmitt. Þannig að það var svona, þar var Egill til. Hvað varst að gera, hversuna á Ísafirði? Mamma og pabbi eru þaðan og átti ömmu og afa þar og ömmu, sem sagt, og þar fekk ég vinnu í Ísúsinu og var að vinna í unglingavinninu, var rekin þar 2 eitt sumarið. 3 held ég mér að segja. Fyrir hvað? Bara ég að vera með stæla, sko. Já. Mér fannst ég var það var grænjandi rigning og vorum að reyta arfa og einhverju leðjubeði fyrir 43 krónur á tíman og ég bara herði. Hell no. Já, þannig ég stóð fyrir einhverju svona uppreisn. Já. Þannig við hættum eiginlega 3 að vinna þann daginn og vorum reknir sem sett í kjölfarið. Ok. Og svo fekk ég að koma aftur. Ég heitti flokksturum minn fyrir utan Sjallan. Þannig var ég 14 eða eitthvað. Einhverja bjóra, gaf henni bjóra og hún, ok, gott aftur á mándaginn. Svo var ég rekin aftur og ég man ekki hvernig réð mig aftur. En svo í 3. skipti þá var það bara, og það var eitthvað svona svipað. Já. Mér fannst ég bara að vera eða tímanum mínum fyrir ekkert. Mér fannst ég einhvern veginn bara, ég veit ekki.
og tína arfa og bara móka, þú veist, þennan hól þanga og færa hann svo aftur tilbaka með veist ég bara einhvern veginn já, það var svona tilgangslaust eitthvað já, og og verið að hafa ykkur á fíflum ég get verið alveg erfiður sko, eins og ég rólegur og afslappaður þá stundum get ég, ef ég být eitthvað í mig það Þannig að þau eru bæði að vestan, fóreldræðinni já. Okay. Er þið mörg sískinni? Við erum 4 sko, við erum 3 bræður og svo Helga sem pabbi átti úr fyrrasambandi Helga sýsti mín Ragnar og Rafningi, Ragnar býr í Noregi og Rafningi býr hérna í Reykjavík Og hvað ert þú, sagður, ég er elstur af bræðrunum Já, ok Pappin hann var tónlistamæður Já, Rabbi og hann var gerði heita þetta Hvaða hljómsveitum var hann í? Hann var í grafík og sálinni og bítlarnafélaginu og ír Já, það var svona Var hann trommari? Já, hann var trommari Eins og þú? Já Þannig að þú veist alveg upp við það í rauninni Já Og var hann ekki hann var alveg mjög frægur svona á þessum tíma Já, þetta var náttúrulega stóra hljómsveitir sko þannig að jú, hann fór alveg fólk tók alveg eftir honum sko Það veit allir hver hann var allavega Já, svo náttúrulega veikist hann og þá náttúrulega kannski verður hann byrja að gera sóloplötur og stofnar M&D samtökin á Íslandi það vektist af M&D sem ættgengu sjúkdómur afi var með það og langama Já en það var ekkert vitað, þú veist, þegar hún fekk það þá var þetta bara einhver lömunaveiki, skilur þú veist Já það var ekkert Hvað var hann gamall? Veikist, 32 Já Og veistu hvað gerist? Bara byrjaði hann að finna fyrir bara svo máttleysi Já, byrjaði allt í hennu bara hann var að spila einhvers stótt á landi og var að labba út úr út og allt í hennu missir hann bara eitthvað svona smá matt í löppinni sko Já og svo það er erfitt að greina þetta og þetta var ekki greint sko náttúrulega hann hjá ömmu og langum og afa Nei Þannig að já, þetta var svolítið það tók svolítið tíma sko að komst það hvað þetta var og gefið svo nafn í raun og veru sko Þannig að en svo Mænu taugungarhörnun Taugafrumu hörnun það er einhverjir prótín sem að safna saman út og taugafrumu og blokkaðir á endanum Já og og engin lækning til en það er búið sem betur að finna lyf sem að hægir á þessu og þetta virkar best fyrir þetta SOD1 gen sem er ættgenga genið á Íslandi og þannig að því að það er mest vitað um það að því að fólk bæði lifir lengst sem með það af þessu sko yfirleitt og þetta er ekkert, þannig að það er svo auðvelt að rannsaka það. Já. Sumir eru bara að fara á 2 til 5 árum, sko. Já. Það er alveg ótrúlegt hvað þetta getur verið grimt, sko. Já. Hvað var hann með þetta lengi? 17 ár. Já, ok, vá. En þú veist, við vissum ekkert þá var bara sagt, þú veist, 5 til 7 ár var ég sko meðallíf til mig. Þannig að við vorum bara að byrja að syrgja á að kveðja bara eiginlega strax, sko. Já. Þannig að við erum að syrgja í 17 ár, sko. Þú veist, að bara undirbúa okkur. Ég var að hugsa alltaf þetta síðustu jólinn og hérna. Og hvað varst þú gamall þegar þetta gerist? Þegar hann greinist? 5 ára. 5 ára? Já. Ok. Vá. Þannig að þetta hefur verið bara, já, auðvitað. Maður er alltaf, þetta síðustu jólinn, síðustu þetta, síðustu ammælið. Það er svona, það var erfitt fyrir hérna tók á. Ég get alveg myndið með það. Samt sko svona líjandi tók á. Að því við vildum einhvern veginn ekki, að því maður vildi ekki heldur að tala um það sko til þess að gera honum einhvern veginn erfiðara fyrir eða þú veist, eða okkur hvort öðru, við vorum bárum þetta allt svolítið bara í okkar eigin. Og það hefur ekkert verið mikið eitthvað svona verið að hérna, þú veist, svona eins og með áfallahjálp og svoleiðis þarna. Það var enginn að pæli. Nei. Þannig að þetta hefur verið bara, hefur hérna þurft eitthvað að díla við þetta setna meira? Þetta hefur verið náttúrulega stanslust svona. Já, sko ég held ég var að koma með þetta fyrir nokkrum árum. Já.
og hérna var komið líka lenginni og hérna var mér sér bara búin að segja svona einsta hringa, nú ég bara lítur allt út fyrir að ég sé nei, hvað og hérna, það svo skilur þetta því að ég frekar líkur honum og hérna, svo spilaði trommur líka og fólk var alltaf að segja, já, alveg svo pappiðinn og þegar þú ert 5, 6, 7, 8, 9, 10 eitthvað, þá tekið því með öllu já þannig ég var alltaf bara, já ég verð dáin líka fyrir 49 eða 50 þannig að ég var alltaf undirbúið myndið það og hérna svo greinist Helga systir með þetta og það bara eiginlega í símtalinu sem ringir í mig þá bara missi ég bara mátt í annari löppinni og hérna kom svona kippi svona taugakippi sem sér lýsandi og ég fyrir að hitti taugalækna og bara já, ég þetta lítur nú ekkert sérstaklega vel út, ég bara nei, ég veit, þú veist, ég þekki enginn inn og hérna þannig að ég var með MNDS í nokkra mánuði já, ok sem var mjög skrýtin tilfinning og svo fer ég í erðapróf og hún segir já, svo hérna bara svo kemur til okkar og við hérna, og tekur einhvern aðstönda með þér og hérna, niðurstöðunar eru kynntar og ég bara neinin, sko, þetta bara formsættri, þú bara hringdi í mig græðum þetta, bara svo ég geti byrjað að lyfjakjöf og hún bara, ég bara, jú, ekkert mál, sko bara, ég búin að undirbúa með þetta undir, þú veist, þetta bara, ég veit og bara, já og hérna og svo var ég í námi upp á Bifröst og var í einhverjum hóptíma og hérna Teams eða eitthvað og hringi síminn og sagði, já, þetta það eitthvað viltu enda bara að fá að vita í gegnum síma? Ég var já og þá segir hann, ég sé ekki með þetta og eins og bara þú veist, það bara leið hættu öll líkalega einkenni og þetta sko að því ég var svo forrita heilana mér svo rosalega að ég var að fara að fá þetta en að hann bara kallaði fram einkennin já og alveg, þetta sko hugurinn getur gert ýmislegt sko alveg fáralegt sko hérna en býtu, hægt að finna þetta út bara með því að tjekka var það aldrei gert fyrir þetta? Sko það var hægt alltaf en sko ef ég hefði farið í það þá hérna hefði ég mist þessa smá hækju sem þessi örfáu prósent í hausnum að mér sem ég hafði kannski er ég ekki með þetta og maður fer í svona próf til þess að staðfesta að maður sé ekki með eitthvað, maður fer ekki þú veist, þú ert að leita að ef ég hef verið með genið þá því ég samt ekki að það fengi sjúkdóminn ok þú getur lifað með genið á þess að komið kannski kemur það fram út 70-80 en bara kannski ekki og á þessum tíma var ekkert þetta að gera heldur sko. Þannig að í raun og veru var það hefði ekki breytt neinu nema ég hefði ekki verið með genið sem ég var ekki með en ég gæti alltaf ekki að vita það þannig að það var útiloka eitthvað svona smá von fannst mér bara ekki þess virði sko. þá ég meira af örgulega að fara að bíða eftir í örgulega fundi meira og svo var ég ekki jafn meðvitaður að ég væri að bíða eftir þessu eins og veist, ég var miklu ómeðvitaður að miða við þetta að gera hérna eins og þú veist þetta var svolítið skrítið sko og við erum bara eitthvað já og þetta var ekki þetta var eiginlega ekki léttir sko þetta var hérna þetta var svona survivor skilt líka pínu Helgu systir og hérna og svo bara lífeyrissjóður af því að þú veist ég ætlaði hvort það var döður fylgdi skilur þannig lífeyrissjóður var eitthvað síðasta sem ég var að hugsa í sko en hvað, þú veist en að lifa svona lífinu eins og þú að vera með þetta alltaf á bak við eyrað hefur aldrei verið þá að díla við einhvern kvíða eða þú veist ekkert þunglindi eða nei. Leiða það er rosa sorg í mér sko og það er bara því að þú veist öll þessi ár að hérna að syrgja skilur þannig að ég er með rosa sorg í mér og hérna það er ekki mikið til að hérna bara ég tárist og bara út af eitthvað annars manns sorg eða hérna þannig ég er mjög fljótur að tjúna mig inn á sorg alls þær í kringum mig
Já, úr meðvirkur, væntanlega. Já, eða þú veist, ég veit ekki hvort að, já, svo ég líka svo erfitt með meðvirkur. Já. Þú veist, við erum búin að segja meðvirkur með allt og mikið, sko. Já. Þú veist, að þú veist, ég bara ég meðvirkur, ég búin að spyrja með þessu spurningu líka af mörg ár, sko. Og þú veist, kannski einhver leiti, en mér finnst samt ekki, maður megi að segja að, sko, að vera empati sé meðvirkni. Nei, ég sammála. Og þú veist, maður gerir alls konar fyrir fólki sitt og bara fólk sem maður kannski nennir ekki og maður fresta kannski einhverju sínu, þú veist, eins og bara hjálpa ykkur að flytja, er það bara meðvirkni að því að já, en þá, ef þú gerir eitthvað fyrir eitthvað og það þú ert að taka af þínu, bara, já. Er það ekki bara lífið? En er það ekki bara lífið, skilur, og þetta ég hef alltaf verið að, já, erfitt með orðið meðvirkni. Og ég hef erfitt með að já, eins og ég segi, mér finnst við nota þetta allt og mikið. Já, það er rosa mikið verið að nota þetta á rangan hátt. Já. Það er einhvern veginn, sko, ég er sjúklega meðvirk, sko, og það er alveg mér til trafala í lífinu, sko. Þú veist, það má enginn eiga bátt í kringum að því þá ég líka bátt, sko. Þú veist, ég tek svo mikið inn á mig, sko. Já, en er það meðvirkni? Það er meðvirkni. Er það? Þegar þetta farið að hafa áhrif á líf mitt. Já, ok, ég skil, já. Þá, og þetta getur alveg gerst í fjölskyldum þar sem eins og minni fjölskyldur alkoholismi, þegar einhver er búin að vera mikið veikur, þá getur fólk, þú veist, þróa þetta með sér, sko. Já. Ef þetta er að flækjast fyrir manni í lífinu meira heldur en að vera bara hjálpingur með að flytja, þannig er enginn að flytja. Nei, ég er að segja, ég tek þetta bara sem dæmi að því að fólk sé svona, þú veist. En það er þetta að, þú veist, þegar þetta fara að hafa áhrif á, þú veist, að hvernig maður er bara, þú veist, svo er ég típan sem að fólk leita til og, þú veist, til að ræða hluti og ég tek það bara stundum alltaf mikið inn á mig, sko. Já. Þannig að þú veist, ég veit alveg að ég er meðvirk, sko, en það er verið að nota þetta rosa mikið með, þú veist. Ég kannski teka ekki rosa mikið inn á mig þó kannski í akkurat momentinu, jú, en þú veist, svo bara. Já, svo bara heldur áfram. Já. En hvernig gekk eins og þú varst 5 ára þegar hann greinist, hvernig gekk svona skólagangaðinn og hvernig var bara lífið? Bara vel, sko. Já. Hann var líka bjargaði að, þú veist, bjargaði, hann hjálpaði okkur öllum að hann var svo aðrlaus gagvart þessu, sko. Þannig að, þú veist, ég sá hann aldrei vera reiðan eða pirraðan yfir þessu eða þetta er alltaf erfitt að missa máttinn en hann var ótrúlega ótrúlega brattur alltaf, sko. Já. Svo, þú veist, ég veit ekki hvernig hann leið inn í sér. Nei. Skilur við, kannski var hann bara íslensku kallmaður og bara öllu trónur í kjallara og þú veist, ég veit það ekki. Nei. En það var allavega ekki og er ekki mín upplifun á honum, sko, að hann hafi gert það. Þó það kemur ekkit það væri mjög eðlilegt ef hann hafi verið, sko, leiðari og reiðari heldur hann að var. En aldrei upplifið það, sko. Það gerir stundum bara virðist vera með fólk sem að fær svona þennan dóm bara. Já. Að það verður æðrulaust einhvern veginn. Það er ekkert annað í boði. Nei, þetta er, sko, munurinn til dæmis þessu og þessi fór krabbaminn, þeir fara, sko, beint í svona berjast mót. Já. Berjast gegn krabbaminnu og að því það er möguleiki. Já. En með þetta og sérstaklega þá þegar það var engin vonum neinn lyf. Nei. Þá er ekkert getur ekkert gert. Berjast út í hverju. Þannig að það voru bara engin lyf á þessum tíma. Þannig að hann var ekkert að fara inn einan lyfi ekki að vera að bara bíða. Já. Þannig og þú hefur þá verið hvað, 17? Ég var 22. Já, 2004. Hvernig var það, þú veist? Var þetta bara Þetta var ótrúlega fallegt. Fallegt? Þegar hann dó? Já. Ok. Mjög fallegt. Og ég var líka, kannski kvíðina því að ég var alltaf búin að sjá fyrir mig, sko, að myndi deyja, það væri myrkur úti og vont veður og þetta er því svo ljótt. En svo deyr hann á
27. júní og það var hérna bara sólarengin og við vissum þetta kvöldi áður og þetta var nú er þetta komið bara. Þannig að við vorum öll inn í svefnherbergi hjá honum kringur rúmið bara tala við hann. Þannig að þetta datt send út hann eitthvað með lauslega eftir miðnætti en hérna og svo fallegt veður og fuglanir og hérna við vorum bara öll hann kringum mann og tala við hann og hérna hann var líka tilbúinn og ég held að við hefum verið alveg líka þannig að það er langur tími já og svo var hann bara eins og slappur þú veist að þetta var auðvitað saknaði maður hann skilur auðvitað var þetta erfitt skilur þetta var rosa sorglegt en þetta var samt svo fallegt og svo fundum við svona nokkrum vikum eftir að fara bara kannski viku eftir það vorum að undirbúa jarðarförin það voru að fara í gegnum eitthvað dót frá honum og hérna þá finnum við viðtal við hann úr einhverju blaði á menntaskólum í Ísafirði sem við spurðum hvernig hann myndi vilja deyja og þá segja hann ég myndi vilja vita kvöldi áður svo fjölskylda mín geti verið í hliðina mér og hérna farið þannig og sem að raungerði svo þannig að þetta er alveg það var að láta mig gráta þetta var ótrúlega fallegt og það er hérna það er náttúrulega bara það er ekki allir svo heppnir sko þannig að og okkur fannst við alltaf þrátt fyrir allt við vera heppin sko og hérna það heppin mig bara að hvað hann fekk að lifa lengi og þú veist hvernig hann fer svo þú veist við nákvæmlega eins og hann vildi en við vorum mjög duglega að minna okkur á sko að hérna minna okkur á að þó að hlutina veru erfiðir og glataðir þú gæti þess að verið við vorum svo duglega að finna ljósu heppnu hlutina í öllu og hérna sem er ótrúlega kostur sko og mamma bara og pabbi þú veist og allir hérna þannig að við vorum allir svolítið samtaka í því það gerir þetta miklu auðveldara hvernig var eins og fyrir mömmuðina var þetta er náttúrulega bara svakalt að missa maka sinn svona en þú veist hvernig var lífið hennar eftir þetta var það bara eftir þetta það var nú bara þú veist hún var kenna hún var sérkennari kenna mjög við sagði mér skóla og hérna þannig hún var að díla við það í vinnunni og svo kemur hann heim og með ég var nú kannski ég var ekki mjög erfiður unglingur sko en kannski henni fannst það kannski stundum en hérna og svo vera með þú veist þeir ekki heimili og það var miklu minni hjálp þú veist það var ekkert hérna þessu hvað heitir þetta heimahjúkrun jú, þú veist, það komið einhverja hjúkrunarkonu einu sinni í viku hvað það var annað dag eða hvað böðan og svona, þú veist, eitthvað svona að hann var samt brattur líka en að fjall samt alltaf á mömmu, sko þannig að ég held að hún hafði bara upplifa líka létti þú veist og samt sorg og söknuð skilurðu, en hérna en eðlilegt samt hún fór og hætti að kenna hana og fór í nám, fór í listaháskólan og fór í vöruhönnun þannig að hún gett svona svolítið farið að bara einbytta sér að sér en að hún bara tóka sér hlutir hans einhvern veginn svolítið gaðkvart okkur líka og þeir hún bara standa sig alveg ótrúlega vel móður minn hún er á lífi já, hún er hérna hún er yndisleg kona og giftist hún aftur eða? Nei, hún giftist ekki, hún á kærasta búin að vera með honum í mörg ár yndislegu gaur líka sko heppin með það við erum heppin þó sem móðin hvernig segir þú að það hefur ekkert verið svaklega erfiður úlingur en varstu mikill djammari eða? Sko, já og nei ég var alltaf einhver hljómsveitastúrsi með eldri strákum sko og hérna þannig að þú veist ég var alltaf mjög skynsamur í óskynseminni og hérna þau þurfti aldrei að hafa neina áhyggjur þau vissu það alveg
og þú veist, ég var ekkert að slást og það var ekkert svona vesen, þú veist, ég var einu sinni, þú veist, tvísvar döðdrykkin, þú veist, og en annars, þú veist, ég drakk ekki illa og þau hafðu öðrum neppa heldur en það var ágjör mér, sko, og það var líka bara, þú veist, þau vissið alveg að það þyrfti ekkert sem var bara staðan, sko. Það mjög gott. Og hvenær varstu byrjaður í fyrstu svona hljómsveitinni? Fyrstu hljómsveit sem gefur út plötu, þá var ég var ég 15. Já. Hún hét Woofer, með Hildur Guðna hún var söngvarni í þeirri hljómsveit. Við vorum alveg dugleg, sko, spilaðum fullt og gáum út plötu og sem pabbi gáði út plötu. Já. Og svo var ég, þú veist, ég var búin að vera einhvern bílíkusljósinu bara áður, skilur. Já. Alltaf verið trommandi. Já. Já, svo ég verið að semja líka og eitthvað. En, ég átti bara að vera trommari. Já. Það var, þú veist, í skólaganga mér mjög erfið því að ég var bara, þau voru bara að eyða tímanum mínum, sko. Já, það var bara heima tromma. Þetta alveg svolítið erfitt, ég oft hugsaði með trommara, þú veist, að þetta alveg pínu krefjandi, þetta mjög krefjandi. Þetta mjög krefjandi, jú, en þetta svo gaman. Já, ég get alveg ímyndað mér það. Ég var alveg til að prófa að fá smá tíma með trommusett einhvern mann og æfa mig, sko, en það bara, ég ekki fara að vera trommar á þessu. Nei, en ég sá myndband á internetinu, það nú ýmislegt sem leynist þar, sem segir, ef þú var ekki komst að því, að það að einhverju elliheimili einhvers staðar úti, það sem að kemur trommuleikari og býður sem sagt, vistmönnum, hvað segir mér, þeim sem búa á elliheimilinu, að sem sagt koma í trommutíma, það var hóptími, það var bara 10 trommusett og hann sest og bara kennið þeim bara alveg basic, byrjað þar og svo voru bara, þetta var eitthvað svona 10 gamla konur bara að spila trommur saman og mér finnst það æði. Já, það er geggjað. Ég ætti kannski að fara bara Þú ættir að gera þetta? Viðskiptu hugmynd. Hrafnistu? Þú veist að fara með allar trommina og svona? Já. Hver svona uppáhalds trommarðin í lífinu fyrir utan þig og pappaðinn? Þeir eru margir, sko. Ég fer í gegnum svo mörg tímabil. Engin svona? Nei, ég bara... Nei, ég var svona top 5. Já. Og á þeim list eru þú margir sem enginn þekkir nema fáir, sko. Svona trommu... Bara Ringo Starr og John Bonham, skilur og Zeppelin. Þetta er svona... Hver eru þarna? Þeir hafa alltaf verið þarna og svo eru nokkru aðrir. Sem að, já. Heldur að eru konur góðar á trommum? Já. Veistu einhverja, er ekki einhverjar íslenska frábærar hérna og ekki gera mér þetta, ég er svo léleg með nöfn, sko. Allt í lagi. Nei, þetta er ekki allt í lagi, sko. Solrún heitir ein, hún er frábær og það eru fleiri, ég er bara, veistu þetta, ég er hræðileg með nöfn. Já. En andlit og ég get, sko, hvar ég sá fólk og hvernig veðrið var og í hverju ég var og þú veist, hvernig mér allt, upp á 100. Já, nöfn ekki alveg. Nei, og þetta er aðeinslegt, sko. Já, ég er líka svona. Ég man andlit að eilífu, sko. Já. Það er bara, en ég veit ekkert hvaðan og ég veit alveg ég heiti og ég veit ég talaði við þig og ég er hætt að vera eitthvað svona bara, ég þekki þig eitthvað og þú veist, geta að hafa verið með mig í dönsku í innskólanum með eitthvað. Já, ég veist, akkurat. Og þá er þetta bara vandræðalegt af því að þau mun ekkert eftir mér. Já, ég hef lett í því líka, sko. En já, svo bara, þú hefur bara trommað og hvaða hljómsveitum hefur verið í svona? Svo var ég í Sign með bróðum minnum. Ég var þar í 10 ár, ferðuðist mjög mikið, ég var í Böttukapp í eitthvað smá tíma. Já, það var eitthvað rómans þar, ekki? Það var eitthvað rómans þar og já, ég var bara krakkið þarna, 18 ára og já, ég var í Böttukapp frá 18 til 19. Já. Það var mjög gaman, sko. Já. Og það voru sveitaballa árunum hana. Já, ég er rétt náði lokunum á því, sko. Já, við hefum fengið smá smjör þegar því, það var...
það bara svo mikið synd að þetta sé hægt, ég held það allan. Það synd? Ég veit ekki, ég verið kannski að rómansera þetta einhvern veginn. Já, kannski, þú veist, líka bara því maður bara 16. Já, ég veit, maður náttúrulega smikla sér inn með öllum ráðum. Það voru 16 ára böll. Já, sveitaböllum voru 16 ára. Hvað hefur 16 ára gamall krakki að gera? Þú veist, mér fannst ég náttúrulega eiga fullt erindi á þessum. Það finnst mér líka. En þú veist, þegar ég horf á 16 ára krakki í dag ég bara, þú veist, valla búið með kynþróskan, sko. Nei, þetta alveg bara, og allir með sitt eigið vín, en þetta var, já, en hvað var ekki gaman samt að fá að spila á svona böllum? Ótrúlega gaman. Fara í rútu og keyra út á land og, þú veist, ekkert internet og leiðinni tilbaka og, þú veist, finnur upp á einhverjum drikkjuleikjum og þú veist, stoppa og hlaupa út allsber og finnast ákvæmstlega fyndi engi túristar og reyna að finna einhverja kindur og þú bara, þú veist, keppni hver næði kindum og eitthvað svona. En þetta að gera allsber samt, sko, því að það finnara. Og Við vilja sjá það. Engin myndbönd til af því, hann er ekki með símar. Það voru ekki símar. En það einhverja myndir örglega til einhver staði, sko. Já. En þú veist, þetta var ótrúlega gaman. Já, ég skemmti mér konunglega og já, svo hætti ég Sign og svo spilaði ég með Bjartmari Bjartmari Bergrísinir, það var hann að plata sem við gerðum með Bjartmari 2010 eitthvað slis og spilaði með Latta í Borgarleikhúsinu í afmælisýningunum þegar á 60. Ég var ráðin í fjóra sýningar, 6 eða myndi ganga vel. Já. Ég held ég að spila 152 sýningar. Vá. Þetta voru 2 ár bara. En það var ekki ótrúlega gaman. Latti náttúrulega bara einstakur. Hann er alveg snilt. Ertu búin að sjá Latta nýju? Nei. Það er erfið að þess að vinnu að ég á svo erfitt með að bóka mig í eitthvað fram í tíman og þú veist að kaupa leikhús með eitthvað svo kemur kannski inn einhver 3 daga ferð og ég kemst ekki og það er nú yfirlt þannig ef ég bóka mig eitthvað þá er líklegt að komi vinna upp, það er einhvern veginn bara hann sagði mér einn sem að skemmtilegur kall ég var eitthvað ágjur að vera eitthvað lítið bókað, hann bara Eilminn bókaði bara í eitthvað sem ég langar þess að gera og þá kemur vinna, bara ég lofaði því og ég prófaði þetta og það gerist sko. Þannig að fara í frí og svona það þarf að vera Já, svo er ég, þú veist, ég er bara líka kannski út af þú veist, uppeldi mínu með pappa að öll langtíma plön finnst mér finnst það eitthvað alveg fárand ef eitthvað spyrir mér eftir til að þú veist, ef að fara bóka ykkur ferð til eitthvað útland eftir ár og þú getur alveg sér að beða að fara eitthvað með þér eftir 50 ár sko. Mér finnst þetta svo fáránlegt að vera að skipuleika eitthvað ár fram í tíma. Vitum við hvað getur búið að gerast? Mér finnst það í mitt, ég bara eftir ár. Ég veit ekki hvað ég verði, hvort ég er bara lifandi eða þú veist, eitthvað, maður veit það ekki. Það er líka, ég held að sé að þú veist þú veist, það hefur segja þeir að það sé erfitt að ADHD? Já, eða þú veist, já. ADHD? Já, það heitir þetta vist allt núna en ADHD með vannvirkni. Ó, sem þýðir hvað með vannvirkni? Ég er ofvirk, sko. Sko, ég er ofvirkur í hausnum. Já. En líkamlega er ég það ekki. Þannig að ég flög undir ratarnum lengi, sko. Já. Og það var ekki fyrir en ég byrjaði í háskóluna með að ég gerði öll verkefni byrjaði bara nánast eins sint og ég komast upp með sko og gekk alltaf bara ágætlega ég var svona 7-5 vinn svo vel undir pressu sem ég geri og ég var alltaf með svona 7-5-8 bara og ég rumpaði bara hlutunum af sko og svo kom að ég þurfti að gera langt verkefni þá voðum vís þannig að þá eiginlega bara mætti ég heim til mömmu á mótnana og var þar bara að vinna í einhverja 10 daga og hún þurfti alltaf bara Egill, augu, ég bara já og þá var ég bara komin út í eitthvað hugsa allt og ekkert sko og fer ég í greiningu þannig bara rétt á henni og fertur og
og hún sagði sko að ég var svo langt frá því að ég var ofvirkur ég er nánast kleinist vannvirkur og það lýsti þannig að ég bara ætlaði kannski gera eitthvað yfir daginn og byrja daginn að fara í sturtu og eitthvað og svo bara sest ég niður og glæði mig kaffiballa og kveikja sjónarbunni og svo bara 12 tíma setna bara ups, já, alveg rétt fuck, alveg Ég meira sko, ég ætla að fara í sturtu og svo enda ég alltaf í náði að ég er bara að þrýfa baðherbyggi. Já. Sturtuna og, komin eitthvað það og ég bara, man ekkert að ég ætla að fara í sturtu, skilur. Já, ég er nefnilega að vera ekki, ég er bara slakna á mér, sko. Já. Svo byrjaði að lifa, þá hægist á hausnum á mér og einhvern veginn það jafnaði aðeins út orkustig orkuþörf, líkama og hauss. Já. Og fórstu á konserta eða vart ennþá á því? Finnst þér að hjálpa? Já, alveg. Dagstælega. Ég er bara aktífari. Já. Ég eins og dæmið, það er Ísafjörði svona undir Skessusæti, fyrir ofan flugvöllin svona skarði í fjalli. Já. Og horfaði hana allt mitt líf bara einhver daginn, ætla ég að labba hann upp. Og bara, en ekki í dag. Ekki í dag. En einhver daginn. Já. Svo fór ég vestur í fyrsta skipti eftir ég var að konserta og þá horfði ég upp á bara einhver daginn og sá dagur í dag og ég gekk hann upp og ég var svo stoltur sjálf mér. Já, alveg, það var ekki það. Og alls konar, bara sitja fundi og ég næja actually að fylgjast með hvað er að gerast, sko. Þetta er allt öðru, sko. Þetta er allt annað, finnst mér. Eða fyrir mig var bara að plana eina viku fram í tíman, ég var bara eitthvað. Já, það er, þetta er bara. Ég næði því núna. Já, ég nota kalandi mjög mikið. Já. Þannig að ég bara verða að gera það, sko. Já. Og líka bara, að því annars fer allt bara í hausnum á mér í steik, sko. Ég líka með svona þráhyggju með heimili mitt að það er alltaf verið röð og reglu, annars er það truflar að hausin á mér, sko. Já. Það er mjög erfitt að búa með mér. Já. Mjög. Nei, ekki. Ég er alveg laus við eldum svona þráhyggju, sko. Já. Það er bara að vera, má ekki vera drasli kringum með þegar ég er elda. Það er bara eitt, sko. Já. Og hvað, þú átt alveg nokkur börn. 2 stráka. Já. 2 stráka. Já. Það er ekki nokkur börn. Þannig að þú átt, hvenær varstu pabbi fyrst skipti? 28. 28? Já. Ok. Hann hefur verið 16 núna. Já. Beint á sveitaball með hann. Já, beint á sveitaball. Heldur betur, gerði svo vel, bjórkipa. Nei, hann er nú ekki, hann er miklu ábyrgari heldur en ég var, sko. Já. Hann myndi ekki, hann er bara útrúlega flottur. Já, er hann trommari eða? Nei, þeir hvoruður að hefur ekkert sýnt þín en áhuga. Nei. Og ég hef ekkert að íta þig að þeim, sko. Þetta var ekki íta mér, heldur, þetta bara frá því ég var nógu gamall þess að halda á kjöðum, sko, þá gerður það bara já. En þetta var bara þetta var alltaf bara verið ég. Já. Þetta var aldrei einin ákvörðun að vera trommleikari, það bara, ég þekki ekkert annað heldur en það er og ég er bara eiginlega hálf fegin, sko, þeirra vegna, því að eins og þetta er nú skemmtilegt og það er erfitt að vera með svona mikið passion fyrir einhverju og sem er svona viðkvæmt í raun sko, og það er erfitt að lifa á þessu sérstaklega, eða þú veist Íslandi, það er erfitt. Já. Og þú veist, flestir trommuleikara sem ég þekki sem lifa á þessu, þeir eru líka að kenna eða, og þú veist, ég get ekki kent, sko, ég hef ekki. Myndur þú vilja vera trommuleikari í sinfóníunni með svona eina trumbu? Nei. Ég á mjög erfitt með að vera á sama stað og lengi, sko. Já. Þú veist, bara ég var að vinna á leikskóla og ég mér bara þú úti með krakkana og veist, inn í þessari gerðingu og
bílar að keyra fram í og ég bara, hvert allir þau sé að fara og þú veist, ég sá flugvélar fljúa, oh my god, hvert allir þau sé að fara og ég, þú veist, það ég á mjög erfitt með nema heima í mér en það svona þess að var trómuleikarinn líka hendaði mig vel að þú veist að vera bara í rútu og fara á milli staða og spila og sem gætið náttúrulega í raun og veru margt sameiginlegt með þessu sko. Já. En ég samt alveg komið svona, það einmannlegt að vera einn á hótelherbyggjum í 10 sumur sko. Já, ég trúi því. Þannig að ég svona, ég fann að keyra heim bara ef það styttir heldur 2 tímar eða eitthvað. Já, það, ok. Og mæta svo bara daginn eftir? Já. Það fyrir að hanga, að þú veist, það fyrir eftir í hvernig dagarnir eru sko, en stundum eru dagarnir, þú veist, ég bara ekki búið klukkan 5 eða 6 eða eitthvað og svo ekki leggjast það fyrir 9 daginn eftir. Já. Bara hanga. Akkur og hótelherbyggi bara eitthvað. Já, ég skil. Eða við fyrir fram og fyrir að tala um eitthvað fólk og það kemur í ljós að ég gæt og þá byrjaði að spyrja mig, þá ég bara mættur í vinnun aftur. Já. Nei, sumótrunum með, þú veist, líkamsrætti eða eitthvað svona, þá það svona hjálpar. Hefur lent í einhverju rosalega furðulegum kúnum? Einhverju svona alveg bara gast ekki beðið eftir að keyra þau á flugvöllum? Já, alveg margótt sko. Þú veist, ég er búin að vera með svo mikið af fólki. Já. En ekki svona, þú veist, ekki sem eitthvað svona svakalig saga. Jú, ein sem að þau voru frá Indlandi, þau voru svo erfið að ferðaskrifstofan úti vissu að það voru svo erfið, þannig að það voru bókaði 3 gætar á Íslandi fyrir einhverja 8 daga, eitthvað, ég var með þau í 3 daga fyrst. Já. Svo sem tók við að mér, hann skildi eftir, eða bara fór eftir 1 dag, sko, þau voru svo ótrúlega, það voru einhverju demantsölumæður frá, nýriki demantsölumæður frá Indlandi og þau kom bara fram við alla eins og einhverja þræla, sko. Já. En sem bara, þú veist, það sem þau þekkja, þannig að, þú veist, ég get ekki dæmt hvort þessu vonda manneskjur eða skilur, en þau voru bara með allt aðra væntingar til, sko, fólks í kringu sig. Ég heyrði, sko, sögu að þau voru að biðja aðra gesti á, þau voru gistaði á hótelinu í Reykjavík og vinum mig var að sjá eldhús eðar. Kemur ekkert að tala þetta og þá voru þess að biðja aðra gesti að smyrja fyrir sér samlóku, að því að þá náttúrulega fyrir neðan þeirra. Já. Fólk getur verið svo grilla. Alveg grilla. En þetta var, þau voru erfiðasta fólk sem ég verið með. Já. Og það kom upp alls konar, sko. Já. Og svo, svo stundum ég bara, svo ég lendi ég, ég er með fólk búin að vera með 3 daga og ég er bara, oh my god, wow, hvað ég er leiðilegur, er ég bara búin að missa það og þú veist, þetta er svo leiðilegt allt saman og ég er bara búin að búast við því að ég fá símtal, þú veist, frá eigendunum, bara er það eiginlega, hvað gekk á eiginlega? Já. Þú veist, það er ekki komið ekki upp á, það var bara leiðilegt, skilur við, það var allt annað en gaman. Já. Og svo fær hann bara e-mail, oh my god, best trip of our lives og ég bara, í alvörunni. Já, ég bara var ekki að lesa þetta. Er þetta ykkur, en svo er fólk bara svo mismunandi, sko. Það er alveg þannig, sko. Við erum alltaf að reka þetta hótel á sumrin hana og þú veist, það hefur einu sinni þá kom kona til okkar sem að maðurinn hennar var að biðja um skilnað bara þegar hún var að leggja fyrir utan í gegnum síma. Þau byggu í Ástralíu og hún var í einhverju svona ferð og hann var í kláraði símtalið fyrir utan hótelið að hann vildi skilnað. Og hún kom bara inn til okkar og við bara svona að hugga konu sem að veist, bara svona það koma svo alls konar svona hlutir maður er bara ekkert neginn. Nei, ég veit það. Maður þarf ofta að vera sálfræðingur og einmitt. Já, úst, ég er líka bara með stundum með fólk í 10 daga, 12 tíma á dag. Þá er ég verið, sko, hjónabandsráðgjafi og fjölskyldarráðgjafi og barnapía og sálfræðingur, skemmtikraftur og þetta er krefjandi. Það er mjög krefjandi, en þú veist, ég á auðvelt með að lesa fólk og lesa orkuna, sko. Þannig að það kostur. Það hendar mjög vel þessu og ég fínni miklu betri í svona nokkra daga ferða heldur en því ég er ekki bara er allir í stuði og svo bara
einhvern veginn, ég þarf að hafa svona smá persónulegt, sko, að ég bara hálfu dagur fer hjá mér í að lesa fólk, sko. Já. Og hvað, eins og með krakkana þína, þú veist, eru þeir báðir orðnir úlingar núna bara? Nei, það er, 9 og, verða 10 og 16. Já. Og Ætlar að eignast fleiri? Já, getur verið. Í alvöru? Já. Já. Spenna. Og þú ert búin að gifta þig ekki? Nei. Nei. Þeir eru búin að vera með konu í mörg ára, ekki? Ekki mörg ára. Ekki mörg ára, nei, ok. Hvað heitir konaði? Karen. Ok. Hún er í taka lögfræði í HR. Já. Hún bjó úti líka. Já. Flytur heim svo fyrir nám. Og yfirbyrða, hvað segir maður, Afreksnámsmaður. Já. Frábært. Dúk sagði þar alveg, þegar hún var í bachelor og svo hún komin í master. Þannig að það er mjög spennandi. Já. Hvað lærið þú í háskólanum? Ég fór í COVID og þá gæta á tónlistamæður. Þá var ég að spila með dimmu. Já. Og bara engin gig og engin ferðamenn. Nei. Þannig að það var bara atvinnuleysisbætur og bjór, skilur við, eða fara að gera eitthvað. Já. Og ég vissi alveg þetta ekkert bara einhverja 2 vikur eins og að tala fyrst, sko. Þannig að það byrjaði grein, námsbraut upp á Bifröst sem að heitir Skapandi greinar. Sem er svona viðskipta verkefnastjórnun, markaðssetning. Og fór ég það, flutt upp á Bifröst. Hvernig var það? Það var æði. Er það? Í COVID? Já. Nei, ég bara pæla því að ég hef heyrt svo mikla sögur af Bifröst, orgýr og læti. Já, sko, þetta var svolítið fyndið. Því ég hringi þannig að er eitthvað löst húsnæði þannig fyrir næstu og hún bara, já, það er eitthvað löst. Og svo flytti ég þannig inn í ágúst og það er eitthvað að labba kvöld og fyrsta kvöldi sem verður svona dimmt. Já. Og ég var ekki búin að sjá marga á ferli, sko, og ég hugsa, það er bara eitthvað fríð með eitthvað. Svo bara fatta ég að það býr enginn hana. Þá var þetta allt orðið meirinn minna fjarnámsskóli. Já. Þannig við vorum bara, ég veit ekki, 20 nemendur eitthvað sem byggðu þannig. Já, ok. Það var enginn hana. Svo yfirgefin smábær bara. Já, og þetta var æði. Já. Og í COVID, af því það var ekkit, þú veist, við vorum bara í okkar búblu þarna og ég fann mig rosa vel þarna og mér fannst ótrúlega gaman í mig og ég var að forma nemendafélagsins og komin inn í stúdentapólitíkina og háskólaráði og mér fannst þetta ótrúlega gaman, sko. Og það var til dæmis koncept að hjálpa að sitja sko, háskólaráðsfundi og eitthvað svona, það fann ég alveg bara, vá, hvað þetta er magna. Já, líka bara að vera fyrirlestrum og svona, skóla og eitthvað. Þetta nei, mér finnst þetta alveg frábært, sko. Já. Og svo alltaf bara, þú veist, vera svona fór að létta til út á COVID, þá bara var ég farin að vera svo mikið í bænum, þú veist, farin að spila meira og meira á vinna og þannig ég flytti aftur. Þú veist, ég ætti aftur alltaf bara að vera tímabundið, sko. Kláraðu þetta nám? Sko, ég eftir ritgerð. Já, bara það. Já, það er bara klassíska, held ég Ég ætlaði að gera hana en svo var ég ráðin í True Detective verkefnið. Já. Það var bara mikil vinna og hvað varst að gera þar? Það var ég að vinna í special effects deildinni og til gerfi snjó og eld og mjög gaman, sko. Já, hvernig fyrstu það? Þú veist, hvernig var það í? Ég tók ekki að taka og nokkuð verkefni áður, sko, í COVID. Bara, ég veit ekki hvernig það kom til mér sér. Það var bara þegar ég vissi að ég var eitthvað lítið að gera á einhver, þú veist, ég hefði unnið náttúrulega bara í alls konar tónlistarbröðsum sem að bara reikvelar og, þú veist, þetta er bara svona og svo þetta var svo stort verkefni, sko, þannig að það þurfti margar hendur. Já.
og en þetta var krefendi sko, þetta voru 6 dagar vikunar 12-14 tímar á dag sko, alveg bara í 6 mánuði. Þannig að ég sá ekki mikið af fjölskyldu og vinnum eða dagsljós sko. Þetta gerist allt í myrkri líka, þetta var svolítið. En þú fyndi að hafa sagt sko, þetta fjölskylduvænt. Þetta verið fjölskylduvænt, þetta svo langu tími þannig að við getum, ég bara, ok, cool, geggjað. Svo rappartíðinu, þú veist, hefur ekki búin að sjá fjölskyldinu minna í ykkur mánuði, þá fattaði hvaða fjölskyldu voru að tala það nýja fjölskyldan sem vorum við sem voru að vinna í þessu þannig að það var nýja fjölskylda það rann upp fyrir mér þannig að nú skil ég. En ég sá úr með kross á putanum, ertu trúaður? Nei. Ekki? Þetta var einhverju partí sem að ég ætla aldrei að gifta mig sko. Þetta var þetta var öfugkross á baugfingrinum til þess að minna mig á það að ég ætla aldrei að gifta mig. En þetta var, ég var bara þetta mörg ár síðan og það er nú, þú veist, það er nú breyst. Já, það breytist. En þú veist, þetta er samt bara, þetta er ennþá hana, bara til minningur að ég var svona villusari heldur en ég er í dag, sem er bara fínt sko. Þú trúir ekki neitt? Nei. Eða þú veist, nei, ég get ekki sagt það, nei. Ég þarf þess ekki. Nei. Mér finnst það ekki, það þú veist, eftirlífið fyrir mér er bara genið sem við leggjum, þú veist, skiljum eftir okkur og þannig að, þú veist, í bönnum og svo, og svo bara, þú veist, að vera eins almennilega manneskja maður getur, sko. Ég veist ekki þurfa 10 borð, það var bara 1, bara ekki vera að fá þetta, þá voru bara allir í stuði, sko. Og amma var svona, með svona fallega barnatrú, sko. Já. Þannig að ég fór alveg með faðurið og allt það, þú veist, kvöldbænina og með henni, sko, ég fermdi mig, þú veist, það var bara fyrir hana. Já. Foreldrænir semst ekki trúið það? Nei. Kannski freka mamma heldur en pappi sko. En sko ekki samt þú veist svona Kristin trúar endilega heldur svona, mamma er meira, hún er meira spiritual heldur en ég sko. Já. En trúir þá að bara þegar við deyjum að þá sé bara allt búið? Eða trúir á sálina? Nei, ég trúi þetta bara allt búið sko. En mér finnst það allt í lagi sko. Og það, ég hræðist það ekkert heldur sko. Bara, þú veist, ef ég þú veist, mín viðverða þá á jörðinni eftir ég dey er bara sögurnar og það sem ég skil eftir mér, það sem ég gjörði mínar og börni mín og ég er alveg sáttur við það sko. Þannig ég þarf ekki, ef ég væri ekki sáttur við það, þá held ég væri miklu meira leitandi að finna eitthvað annað, en að því mér finnst það bara að vera nóg, sko. En þú þá aldrei farið til miðils eða eitthvað eða reynda? Ég fór til miðils og, þú veist, það var ekki, hún spilaði bara á tilfinningar minnar, þú veist, og alveg, og akkurat in the moment var ég bara, já, ok, og svo leið og ég labbaði út og bara, þú veist, ég bara að segja hún bara las þig já þú veist, en svo að ég lendi í einhverju, þú veist, sem er alveg, mér finnst erfitt að útskýra, skilur ég, en eins og, segðu mér til dæmis, sko, það var bara geisladisku fastur í það var geisladisku fastur í bílnum hans pappa, sem þau kjóru hjólastólubílnum og búin að fastur þar í rúmt ár og það var eitthvað bara demodisku sem ég og Ragnar hafa verið að gera, vorum að vinna að ykkur og svo þegar pappi deyr, hann var jarðaður í Ísafirði og við keyrum með hans líkjustuna í bílnum vestur og ég var búin að reyna allt til þess að ná þessum disk út af því að mér langaði til þess að ég var alltaf með bílið þeirra og eitthvað svona og svo daginn á hennu förum og ég og Ragnar bara verið að keyra og bara við vorum ekki að tala því að það var gaman að við varum bara að spila, þú veist, upp á tónlistina hans á leiðinni en við geta það ekki að þessi helvitis diskur er fastur í og íta takkan og hann bara út og ég var búin að reyna allt
og þarna var ég bara pappi en oft, þú veist, eitthvað svona þegar ég fæ eitthvað svona skilabóð, þú veist, hérna ekki gera þetta, eitthvað eins og þess að ég verið að tala við mig að handan þá það bara að því að, þú veist, það svo mikið í undirmeðvitundinni minni sem ég hef fengið frá ömmu og afa og pappa eitthvað svona, þú veist, sem þarna góðaröddin og þú veist að fólk segir eitthvað, já þarna kom nú einhverja handan en það bara því að við geymum svo mikið á upplýsingum sem kannski ekki þú veist, orð fyrir orð eða skilur heldur bara sem að mótar einhverja svona rödd og það, þú veist röddina handan, jú, hún kemur að handan en hún kemur bara úr minningunni þú veist, hún kemur frá fólki sem hefur búið að ala mig upp og búið að kenna mér að vera ég eða kenna mér að vera ég maður náttúrulega maður bara sjálf, eða skilur já, þú veist, bara, þetta mjög mótandi amma, afi, mamma og pappi mjög mótandi öfl í mínu lífi, sko alveg bara það bara, já veist, og svo náttúrulega bara genalega líka, skilur mótast náttúrulega bara því sem maður upplifir og já, en þú veist, svo ég trúi ég líka á gena minni, þú veist og alls konar svona þú veist, hvernig við ég held að þú veist, samblandum milli genum og hérna og aðstæðum sé þú veist, genin eru svolítið sterkur partur af því, sko já. Þannig að hvernig maður dílar við áföll, þú veist, það ég held að það sé einhver hluta þú veist, það einhvers konar þú veist, sumir fæðast bara glaðir já. Sumir ekki nei ég fættist glaður, sko, bara alltaf brosandi og það hefur bara fyllt mér það mjög gott þannig að, já, Ragnar bróðir, hann fættist reiður og hérna hann var að díla við reiði alveg heil lengi, sko alltaf. Hvað var hann gamall þegar pabbi eitthvað fór? 18. Þú veist, það ekki líka bara, sko nú var maðurinn minn, hann misti pappa sinn þegar hann var lítill, hann var 8 ára gamall þegar pappa hans dó og bróður hans var 10 já. Þeir díluðu svo alveg bara allt öðru í þessu við þetta þú veist, 10 ára var miklu svona meðvitaðri einhvern veginn og bara þú veist, ég velti oft fyrir mér hvort að þú veist, það skipti máli hversu hvar maður í tilfinningaþróska og heilaþróska og allt þetta, skilur aftur, þetta hérna þú svona hluti sem maður getur ekki vitað, skilur þú veist maður getur ekki vita hvort það að því að við höfum eitthvað samanbörð skilur þannig að eru þeir bræðinni búin að aðtöfa með sín gen? Nei, þeir ekki búin að því Rafningi, hann var bara 10 ára þegar pappi til, sko já. Þannig að erfiðar bara held ég fyrir hann svona lítinn að skilja þetta almennilega og hann alltaf þekkt hann ekki áður en hann varð nei þú veist, hann var bara eiginlega komin í hjólastól, þú veist, eða svona, já, þú veist, já. Frá því að hann mann eftir sér, já. Skilurðu, eða ekki hjólastól kannski alveg, en svona, já, hann var alltaf bara orðin veikur frá því að Rafningi mann fyrst eftir sér, sko. Þannig að hann hafði aldrei að kynast honum sem var svona labbandum og hérna. Finnst þér að, þú veist, þetta náttúrulega rosa persónlega ákvörðun hvort að maður fari í svona eða ekki, finnst þér að þið veist, myndur þú vilja börni þín myndu fara í svona tjekk? Þau þurfa þess ekki að því ég ekki með það. Þetta sem sagt skipar ekki yfir. En ég myndi ráðleggja þeim sem að eru með þetta í fjölskyldunni sinni núna í dag að fara í erfðapróf. Ég hef ekki ráðlegt um það fyrir 5 árum síðan áður en að koma þessi lyf sem ég geta sko hægt á þessu að því að það hægt að gera eitthvað núna, en það var ekki hægt að gera þetta áður og því fyrir sem að gripið inn í því meira nær þetta að stoppa það, sko. Já. Og ef þú veist þú ert með gena kallan og kom upp einkenni þá sleppur þessum biðtíma sem fer í að fara í það, en svo þú veist, ég veit ekki hvort að það eitthvað, þetta lifi vist mjög dýrt og hérna, Íslenska ríkið ekki fyrir eitthvað erfiðir með að hérna að niðurgreiða. Já, að lega fleirum að fara á það, sko.
Hversu, hvað var hvað heitir þessi regla þarna? Pýþagórasreglan. Nei, ég man ekki hvað. Hippokratesar, hvað heitir þetta? Eiðurinn, þar sem þú ert bara að hjálpa fólki. Já, það náttúrulega, þú veist, heilbrigðis þjónusta á að vera svo besta sem völ á hverjum gefnum tíma, eitthvað svoleiðis. Já. Og það hinn Norðurlöndin, þau hafa ekki samþykkt þetta lyf, þau eru bara reikna út að það borgar sér ekki. Ég finnst þetta svo galið. Ég veit það, en Siðlaust. Já, þetta það. Þetta svona. Og þú veist, hvað að draga línuna líka og þú veist, hvað reikna hvað út, þú veist, hvað hefur þetta áhrif á, þú veist, komandi kynslóðir líka, þú veist, hvað og þetta verður ekki svona dýrt eilífi ef að fleiri kaupi þetta. Þú veist, þá lækkar kostnaðurinn á endanum, sko. Þannig að, jú, þetta erfitt. Þannig, en Helga... Hún með þetta, hún þurfti að berjast fyrir þessu, sko. Hún fær lyfið samt. Já, hún þurfti að berjast fyrir því og meðan hún var að berjast fyrir því að fá þetta lyf, þá missir hún alveg, sko, krafti í nokkurum fingurum, sko. Ef hún hefði fengið þetta strax, þá var hún ennþá með alla þetta á hreinu, en Mér finnst þetta bara, þú veist, mér finnst þetta eitt að siðlausast sem ég veit um. Það til lyf og við bara neitum að gefa þær. Það ég veit það rosalega... Þú veist, ég meina, fólk með krabbamein og þetta þú veist, þannig þetta að gefa mannesku séns. Þú veist, hún móðir og alls, þú veist. Ég veit það. Þetta rosalega einkennilegt og það þarf að breyta þessu. Það þarf að breyta þessu og þetta en þeir geta falið sér bak við þetta bestu læknisþjónustu sem völ á hverjum gefnum tíma og þeir geta sagt, já, þú veist, en við eigum ekki pening, þannig að það fellur undir afneitununa að þetta já, þetta Það sama var með MS líka á sín tíma. Það var, frænka mín var að berjast fyrir að fá lyf sem að, þú veist, voru bara mjög góð, sko, og það tók alveg tíma, en núna eru þau í búið fyrir fólk með MS, sko. Og þeir eru að finna betri lyf núna sem að jafnvel bara læknar MS og eitthvað. Sko, okkur fleigi náttúrulega áfram líka í, og bara reikningetan eru svo margföld og veist, við erum okkur lyf og allt um þetta, við erum alltaf bara þetta ekki bara beilin, þetta bara í veldisvexti, þú veist hvernig okkur fleigir áfram í læknavísindum sem betur fer. Já, þurfti bara að finna lækningu á Alzheimer, því að þú veist, það er búið að finna lækningu við svo mörgu og lifi svo mörgu, fólk er farið að lifa svo lengi. Já, og það er komið Alzheimer, ég veit það, sem er náttúrulega bara í aldrunum sjúkdómur í raun og veru. Já, en þú veist, ég var bara til í að þú veist, bara svona gott dæmi eins og amma mín, hún var 92, hún var að lifjum út af hjartanu og nýrunum og þessu og hinu og eitthvað til að vinna mótið þessu aukaverkunum og bla bla bla. Og svo byrjaði hún bara að vera svona, fá svona smá heilabilun og svo þegar var ákveðið að taka hana af, þú veist, þá var svona lífsloka meðferð, þá voru tekin af öllum þessum lífsnauðsynlegu lyfjum og hún var dáin að hálfum sólarhring. Í alveg, wow. Þú veist, þannig með bara svona, hvað erum við að gera? Því að þú veist, ég er ekki að segja að það er að taka bara fólk að lífi. Nei. En þú veist, eins og með dýrin okkar, það er bara hundurinn er að þjást, þú verður að fara með það núna. Já, þau eru komin í að þeirra fólk er farið að þjást og ég, algjörlega. Að þú veist, ég er ekki að segja að það er að taka fólk að lífi, bara svo. Nei. Nei, en sko, þú veist, eins og sko, svona líknadrap, mér finnst að fólk eigi að hafa möguleika á því, að þú veist, að ákveðnum skilurum uppfylltum, að fara í svona líknandi meðferð, bara. Auðvitað, ég meina við veljum allt annað í lífinu, við eigum að hafa val allt. Ekki vera bara að gera börnunum sínum og heilbrigðiskerfinu og allt. Þú veist, allan að ef þú hafi val það, eins og ég segi, að ákveðnum skilurum uppfylltum, þá finnst mér það bara allt í lagi að þú hafir megir fara með smá, smá dign og Já, að því að þú veist, eins og núna, bara ef við fengjum að skrifa undir það bara núna, þegar ég læg með okkur, að þegar ég er, þú veist, komin á einhver
6 lyf sem eru að halda mér á lífi og heilin fyrir að klikka og þá megi taka þessi lyf, þú veist. En þú veist, það er ekkert barnið mitt að fara að taka það ákveðinu, bara tökum með af öllum þessum lyfjum, þú veist, það maður þarf að heyra eins og með líffæragjöf, þú veist, maður getur valið það, þú veist. Og hérna, en já, þetta er svona, en hvað er svona framöndan hjá þig núna, næstu misserinn? Ég veit ekki, ég get ekki skipað. Nei, ég veit það, já. Ég veit ekki neitt, sko. Ertu í einhverju hljómsveit núna? Nei. Ekkert að spila? Ég leysi stundum á að mála menningu með The Bookstore Band og það er ótrúlega gaman. Já. Það er bara svo er ég bara ég er bara, þú veist, ég er einhver svona krossgötum smá líka bara hvað langar mig að gera og Hvað ætlar að vera þegar þú verður stór? Já. Það er alltaf gott að geta verið, þú veist, aldrei og gamall til þess að nei, það er víst ekki. Það er víst ekki. Og þú veist, ég ætla bara, eins og ég segi, þegar allt í einu ég kemst að ég er ekki með þeim og það er ekki að fara að koma þá allt í einu fer ég, þú veist, þá byrja ég að hugsa hvað ætla ég að vera þegar ég er stór. Af því að fram að því þá hafði, þú veist, skipt einhver máli, sko, eitthvað neginn. Þannig að núna er ég að taka þessi ár sem að þú veist flestir þessi umhugsunar ár þannig að einhver fólk er í námi og eitthvað allir haldaðir verði áttræðir nýræðir þannig að nú ég var allavega þú veist að gæta eitthvað áfram að því mér finnst það samt skemmtilegt sko. Og þó ég fara að gera eitthvað annað þá held ég myndi alltaf grípi í það annarslega því að það er, þú veist, mér finnst það rosa gott að komast út úr borginni líka og ég þarf bara á því að halda sko það er óslega gott sko þú veist ég þarf ekki að fara í einhverja mega fyllgöngur eða bara þú veist bara eitthvað aðeins skiptum umhverju sko og einhverju smá svona einföldun en það var gaman að fá þig gaman að koma spjall og bara takk fyrir að gangi vel takk hérlega, sem að leiðis